Komið þið sæl og blessuð og gleðilegt ár. Takk fyrir að gefa ykkur tíma og stund að vera með mér hérna á skjánum. Nú sit ég hérna á skrifstofunni því ekki getum við komið saman í kirkjunni. Þetta er ekki ennþá en vonandi, og ekkert vonandi, það mun breytast á næstu vikum og mánuðum. Mér langar að við eigum hérna örlitla stund saman. Helgistund er kannski gott orð. En á nýju ári horfum við gjarna til nýs upphafs. Að byrja á einhverju nýju og með nýju ári hefja margir nýtt líf. Snúa lífi sínu til hins betra, sem er náttúrulega dásamlegt. En við þurfum ekki að bíða svo lengi. Við þurfum ekki að bíða eftir nýju ári til að breyta einhverju. Ein af mínum uppáhaldssetningum er að finna í tónlist hljómsveitar sem ég held mikið upp á og heitir Sigur Rós. Það besta sem Guð hefur skapað er nýr dagur. Já, nýjum degi fylgja ný tækifæri og því megum við ekki gleyma. Guð skapari okkar, skapari heims og jarðar, skapar líka nýjan dag og það er þakkarvert. Og það eigum að nýta okkur. Þessu tengt þá langar mig að lesa fyrir ykkur fyrsta erindið í nýjum sálmi sem er eftir bræðurna Sveinbjörn og Tryggva Baldvinssyni og heitir Höfundur húmblárra fjalla. Höfundur húmblárra fjalla með hrímuðu tindana alla, völundur vorgrænna haga og vængjaða sólbjarta daga, gefðu okkur einn daginn enn skúr eða skínandi yl, logn eða lamandi bil, gefðu okkur einn daginn enn jarðnesku draumana þína. Mér langar líka að lesa fyrir ykkur úr fyrra Þessalóníkubréfi Páls postula. Þar sem segir: Gætið þess að enginn gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Verið ætíð glöð, biðjið án afláts, þakkið alla hluti, því það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Amen. Og að lokum þá fer ég með bæn úr fræðum Lúthers. Faðir vor, Guð lausnar og frelsis, tilkomi þitt ríki, svo að þekkja megi nafn þitt og vilja meðal vor og allra þjóða, og að við reiðum oss á orð þitt og lifum með þér nú og að eilífu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú ég vil bara þakka fyrir að vera með mér hérna í þessari stundu. Megi árið vera ykkur gott og farsælt og ég hlakka til að sjá ykkur í kirkjunni á ný.